Stjarnan kemur í skot og einhvern veginn náði Eva að vinna þetta frákast og fá víti. Sólveig Lára kemur á punktinn. Það er varið. Annika Fríðhem Pedersen tekur víti frá Sólveig Láru. Vel gert hjá henni. Og Haukarnir geta komist í 4 marka fórustu. Kemur hérna hlaupandi maður sem ætlar að vera Lísa með mér. Hann er mjög snöggur. Hann er í brekkusprettum hérna. Haukarnir geta komið í 4 mörkum yfir. Hekla, Karen í undirskot, framhjá. Og Stjarnan keyrir í hraðnu, vel gert, góð sending á línu. Þar sem að hún er áttar, hún heitir hvað er hún? Anna Karin Hansdóttir. Góð innleysing og setur hann. Velkomin Björgur mín. Já, takk fyrir það. Ég var farin að sakna þér. Tafðist í umferðinni eitthvað, föstudagsumferðin. Það er gott að byrja svona á Haukar 10 orðu sett, það er mjög bara. Er það ekki bara gott málið? Eðlökling og fimmling og föstu. Hvað segirðu? Já. Já, en Haukarnir koma að geta komist 3 mörkum yfir. Hekla ræðst á vörn. Það eru först í hárinu. Þú er ekki lendur í þessu? Nei, kannski hérna í gamla daga, en ekki lengur. Það er ekki á ágjörð þessu. Það eru Karen og Heiðrúnu er. Já, það er bara doppul hjá Heiðrúnu. Já. Stjarnan keyrir á Sólveig Lára. Helena. Já, sendir á yngsta mann deildarinnar. Hönnu Guðrúnu. Langlýnstalegmann, það er gaman að sjá hana samt hana. Já, það er ótrúlega hvað er hægt að gera grunna. Já, þetta er spurning. Herru, nú erum við komin inn á Stjörnunni, númer 29. Katla María Magnúsdóttir. Selfyssingur, mikil skytta. Ættu Vestmannaeyjum sem er náttúrulega mjög gott. Já, það er alltaf jákvæð. Já. Við gortum ekki við því. Sólveig, alltaf sterk, skref. Já, Lísa greinilega stífur inn fyrir nú ekki reynslu minnstileikmaður. Ég var að segja að Lísa, ég held að hún ekki verið í svona góðu standi bara í, ég veit ekki segja hvenær, hún er bara í hrikalega góðu formi. Já, gaman að sjá, það eru greinilega búin að æfa vel. Já. Rakel og Sjóna, eða Sigurjóni. Já. Staðan, 5-3, 12 mínútur búnar, það er ekki mikið skorað, þetta er rólegt í því. Þetta er svona haustbragur á þessu. Já, það er svolítið svona verið að missa boltan. Karen, vel gert. Karen búin að gera þetta, Karen búin að vera flott í þessum leik, ég held að þessi 3. af 4. markið hennar. Eva og Sólveig. Fín vörn. Og vörn á Karen. Það er smá reynsla í þessu Stjörnuliði. Já, Eva Davíðs náttúrulega var að koma inn í þetta núna. Já, Helena Rut líka. Hún er reyndar úta núna í pásu. Eva var í Danmörku ekki rétt? Jó. Og Helena í Svíþjóð. Var Helena komið þangað? Það var í Danmörku? Ég er ekki alveg. Hún var í Noregi fyrst sko og svo kemur hún. Ég held hún hafi fært sig eitthvað staðar þarna milli í Skandinavíu. Hún fór samt ekki alveg að fullera það. En já. 6-4, þetta bara lítur ágætlega út. Eva með flotta línusendingu hérna á Lísu. Eva er náttúrulega frábær leikstjórnandi. Frábær dauga. Og gaman að sjá þessar stelpur aftur í deildinni. Þetta er styrkja deildina gríðarlega sko. Nákvæmlega, þetta er svona þessi báðar deildir, bæði kalla og kannamegin þetta er bara með því sterkara sem við séum bara í mörg ár. Já, vel gett, vel varið. Það eru að Lísa. Já, hún sér það, hún er komin fram í hraðinu. Nei, vel varið maður. Vel gert. Annika búin að standa sig frábærlega hérna í markinu, búin að taka 1 víti og þetta er líklega held í fjórða skotinu. Ég er frábær í tölfræðin, ég er ekki búin að skrá neitt. Já, mjög vel gert hjá það. Og smá panikinn í byrjun.
Já, þetta svona, það haustbræður á þessu. Já, haustbræður á Haukatíð. En hún markmann hjá Haukum færeyska, hún varði held ég 16 eða 18 skot í landsleika mútið Rúmerum hjá færeyska landsliðinu fyrra. Já, vel gert. Var alveg stórkostleg þar sko, þannig að það er vonandi að hún eigi eftir að reynast Haukunum vel. Já, hún lítur allavega mjög vel út, þar sem að ég sé það af henni. Það er bara virkilega flott. Það verður störa góð sending frá frændum okkur í Færeyjum. Já, virkilega. Gott að vera ættað frá Færeyjum líka eins og velkmanniðin, ekki? Það er hendur komin upp. Já. Og Berglind komin inn á hérna. Ekki hendi niður, markmaðurinn varði. Já. Haukarnir geta stilt upp aftur. Sara. Nei, Berglind fyrir ekki. Hvað sagði ég? Birna. Kemur. Sólveig kemur inn. Eva, Já. Vel gert að Evu. Stjarnan vera öflug svolítið í hérna seinni og hröðið miðjunni. Við erum svona búin að vinna sig hægt einlega, byrjuðu illa í leiknum og eru svona að vinna sig hægt orðulega inn í þetta. Haukarnir byrjuðu mjög vel en svona einhvern veginn hafa svolítið dalað. Berta reynda fór út af hérna fékk eitthvað smá högg á höfuðið. Ok. Það var væntanlega með ég var fastur í umferðinni. Já, þú hefur líklega verið við hérna Kaplakrika. Vel gert hjá Svöru. Líklega verið við Kaplakrika þegar þetta var. Já, ljós og tígrip. Nei. Ástæðan fyrir þú hefur aldrei verið dómari. Þannig það eru skiptingar í, Stjarnan kom með tvöfaldar skiptingu hérna í vörninni. Það er athyglisvert. Eva kemur á Katla. Katla, já. Sólveig, Lísa inn á línu. Vel varið. Þetta var mjög vel varið. Mjög vel varið. Hún er lögð á staði í horni en nær að krafsa einhvern veginn í bolta sem eru að koma tilbaka. Og mjög vel gert hjá henni. Og Eva og Katla. Já, Haukarnir standa góða vörn núna. Já, mjög fín. Hendurnar uppi. Já. Hendi komin upp. Hendur uppi. Svona þrjár sendingar eftir. Já, eitthvað hlutis. Katla kemur í skotið. Já. Þetta var alvöru. Þessi er virkilega efnileg. Það var alvöru hönd þarna. Mjög vel gert hjá henni. Hún verið að burðar á síðan Selfossliðinu nokkur ár sko, þannig að Stjarnan er að gera góða hluti með hana. Þetta er vel gert. Sara lítur bara vel út núna. Allt annað að sjá Söru finnst mér bara miklu betra einhvern veginn standið á henni bara líka. Já, og bara hún er búin að trekkja öxlina aðeins niður eða skotið. Þannig að þau eru að detta á ramman. Það var smá vandræði með það í fyrra en mér finnst hún bara allt önnur núna. Bara geta orðið mjög öflug hérna í vetur. Já, vonum það bara fyrir hönd Hauka að það verði svo. Já. Eva. Vel varið. Þú þarft að skjóta almennilega og ætlar að skora hjá henni. Það er alveg klárt. Nokkuð. Hún er ekkert að fara að hleypa inn einhverjum auðlamörkum. Og niður, þetta er mjög vel spilað. Frábært. Haukarnir líka snöggir að refsa. Ykkur athygli að það er hérna búið að vera mikið rúllir á bekknum hjá Stjörnunni. Nú er að gera sér klára hérna Karin Tinna Damien. Já, kemur frá IR. Já. Ég þjálfaði hana hérna þegar ég var með stórlið IR á sínum tíma. Já. En hérna, hún er mjög efnileg þá og hún er bara góð í dag sko. Já, hún er mjög góð. Já, mjög góð. Sólveig Lára, Helena, klippir Köllu inn. Mikið læti inn á línu. Ekkert. Nei, þetta var bara léleg sending. Haukarnir geta þá komist 4 mörkum yfir. Fallega spilað. Æ, kemur. Já. Það var mjög vel spilað. Þetta var frábær sending inn á línu og bara óhefni á Guðrúnu að skora ekki. Helena, hún kann þetta. Já,
Þetta er svona kraftaleikmaður. Við höfum ekki margar í kvennadeildinni sem eru með svona þennan kraft sem að Helena er með. Karen komin inn á aftur, Sara fær það pásu og Berta komin inn á, það er bara jákvæmt. Já. Það er allavega ekki alvarlegt. Það er mjög jákvæmt. Aftur góð. Ég held að þetta að vera réttu dómur. Já, Það var ekki alveg komin í stöðu. Nei, það var svona svolítið skrítið eitthvað. Sem línumæður þá hefði ég væntanlega vilja fá eitthvað. Trillst þarna væntanlega. Ég hefði örugglega allavega að hjálpa dómarinn að dæma rétt. Já, ég hugsa það. Já. Hann þekkti fyrir það, svona sumir. Já, kollegið hinn fyrirverandi hérna í lýsingunum. Við þurfum ekkert að ræða það. Hann veit allt betur en dómarinn. Já, og flest allir aðrir líka. Já, það er bara... Upp með Karen. Fín sending, fín stórsending. Þetta kallast hún að batta. Já. Þetta var rétt skref. Já, þetta var klaufalegt. Já, og flýta sér aðeins. Já, Haukarnir geta þá aftur komast 4 yfir. Þetta er svona þessi 3 mörk. Haukarnir reyna að komast ná í 4 og Stjarnan að minnka. Þetta gengur eitthvað erfiðlega. 10-7, 20 myndir búnar. Þetta er, eins og segir, þetta er svolítið haustlegt. Já, þetta er samt að ágætis rytm í þessu, sko. Ég talaði við Gunnar, og önnur fín sending, stótt. Já, vel gert. Birta hérna í vinstra horninu, alveg búin að taka gríðarlega fram. Ég búin að sjá hann í 3 leikjum og skotnýtingin er að batna alveg hrikalega hjá henni. Ég fann að bara bíða lengur og skjóta miklu betur. Já, ég talaði við Gunnar hérna fyrir leik og hann var að tala um alltaf þetta COVID-fjör sem er búið í gangi. Hann sagði að hann er búin að spila 10 æfingarleiki núna síðan. Við vorum að gandast með vinnirnir í gær að Gunni væri búinn að spila æfingarleik á klukkutíma fresti núna í viku. Það er bara Gunni Gunn, svona þjálfar hann bara sem er bara ágætis mál og ég held að stelpuna sé bara í góðum höndum hjá Gunna og Díanu, sko. Já, ég meina það er reynsla á bekknum, það er alveg klár. Já, Gunni var náttúrulega bara einna betri miðjumönnum landsins hérna. Ég spilaði nú með honum, ég ætla nú ekki að segja hvað ár, sko. Við vorum í gullaldaliði Víkings 1990-91, besta liði landsins sem vann ekki neitt. Þar var Gunni stjórnarspilinu gríðarlega vel. Gunni var svakalegur. Hann var frábær, sko. Ég spilaði nú á móti þessu gullaldaliðinu. Þú varst í Gróttu þá? Já, 90-91. Þá var ég í maður. Alveg rétt. Þá var ég í gettóinu. Já, fórst frá Nesið. Fórstu á Nesið þaðan? Já. Þetta lítur ágætlega út, 11-7. Já, þetta er hérna... Þetta er hérna að stígandi í þessu. Nú er komin inn á, eins og ég segi, Hanna Guðrún komin nú. Mér fannst hún stinga við nefnilega bæði uppbytun og eins hérna í upphæðilegs. Hún er með eitthvað utanum hnéð þarna. Já, ég held hún sé ekki alveg í standi. Nei. En Karen komin hérna inn á í hægri skiptuna og Sólrún á í hornið. Karen er nú upplega í miðjumaður, þannig að hún getur leyst allar þessar stöður. Þetta er hárrétt og dómur skref. Já, það var svolítið skrítið að panik og svona fær mann út á móti og fór bara í panik. Haukarnir geta komast. Áfram. Er þetta ekki víti eða? Ég myndi, ef þú ætlar að dæma þetta. Annarkoð sleppur þessu að dæmi víti en... Já, ég held að hann var að biðja til þín nefnilega. Þeir eru komin inn í Stjörnunni núna, númer 21, Elena Birgisdóttir. Hún er allavega ættuð frá Akureyri og Selfoss. Jú, hún er ættuð á Vestmannaeyjum líka. Það eru allir ættuð á Reykjum en ég held að þú vissi það. Það vilja það allir. Segja það allir. Segja það allir. Þannig að, ok. Það er bara léttir líka. Já, það er gott að ég fikk annan. Þú sér að lýstingur ég skal vera með frasanum. Já, þú ert með frasanum. Já, vel gert. Vel gert. Herðu, hendur komin upp. Karen. Nú þarf að stilla upp. Það eru, 4 sendingar eftir því, 5. Já, inn á Bertu. Og svo. Fallegt skot.
ég verð að viðurkenna það, ég hef verið brjálaður ég hef verið þjálfari Stjörnunnar ef manneskja hefði fengið þennan tíma, hún stillir sér upp skilur með 2 metrar fyrir þetta punta, tekur svo 3 skref og tekur undir. Hvar var vörnin? Jæja. Það er gaman að minnast gaman að sjá að það komi fólk í húsið aftur. Það er geggjað. Eftir þetta bara ömurlega tímabili sem búið að vera síðustu mánuði. Alveg bara stórkostlegt eins og segir að þú sé, ég hefði viljað sjá fleiri en það er bara frábært að sjá fleiri en 2. Já, það er bara virkilega ánægilegt. Og liðin sem er megin og svona, ekki... Æjæjæ. Þú verður að stoppa hendina á henni. Þú verður að ganga alla niður í henni að þú ætlar að klára þetta því hún er gríðarlega útsjónarsöm. Þetta er vel gert. Berglind Benediktsdóttir, alveg... Órædd, mjög fínt skot hjá henni. Frábær í vörn. Og þarna, já. Haukarnir eru... Sólveig. Já. Það er svoleiðis. Stóð og beið, hoppaði ekki og greip hann svo bara easy. Það er ekkert flókið að vera marki, þú veistir það? Þeir segja það sko. Bara standa og bíða. Og fá hann í sig. Hvað getur verið erfitt það? Það getur stundum flækst fyrir sumum. Já. Þú verður náttúrulega spes þjóðflokkur eins og... Þetta er svona markmenn og línumenn sem að... eftirlega. Mjög spes þjóðflokkur. Þú veist hvernig þetta er, það eru hérna... Karen kemur í gott skot. Já, vel skotið. Vel var í höfnum. Þetta er bara, ég veit ekki hvað eru, 5-6 tæknifélag bara hérna skref og einhver vitleysa hérna hjá Stjörnunni. Og Daninn kominn í dómarana á bekknum. Já, það kemur á. Hann er markmaður. Já, hann er markmaður. Hann er hættumarkmaður. Já, það er ennþá vera. Það slæmtur út spílandi, út hættur, það er bara, þá eru konir í eitthvað rugl. Það er Haukar 4 mörkum yfir. Ég verð að viðurkenna það, mér finnst Haukarnir spila bara virkilega flotta leik hérna. Mjög fínt hjá henni. Hvernig, hún er komin inn á línuna hérna? Já, dóttir hennar hérna... Hörpu Melsteð. Hörpu, já. Telma það ekki? Jú. Á, þetta er fallegt. Ríkala vel skotið. Þarna kemur hún. Það er verið hann ekki þarna. Nei, ég er búinn að vera svolítið að bíða til Bertu. Hún er búinn að vera róleg, finnst mér. Ég er búinn að sjá þetta í þriðja leikurinn sem ég sé og hún er búinn að vera róleg í þeim og þetta er, við vitum hvað hún getur og þetta er svona það sem maður er að bíða eftir. Er það ekki bara að finna sig líka í kerfinni á Gunnar? Jú, alveg örugglega. Það er að vera það eftir 10 æfingarleiki, sko. Nei, það er alveg rétt. Þetta tekur tíma og Gunni náttúrulega, ef að segja þessi að gamla skólanum, mögulega, smá. Ég ætla hann að, sko, ef þú skoða kennitöluna og útlitið á honum, þá er það gamli skólinn. Þetta er alveg topp maður, sko. Þetta er þakminni eins og sem við myndum segja. Mjög mikið þakminni, sko. Já, Helena kemur á. Vel varið. Hún er bara lítið vel út í markinu. Já, ég er mjög hrifinn af henni. Hún er bara að vera frábær í þessu leik. Gegn með þig, áfram. Já. Skynsalegt, mjög gott. Já, þetta er góð kjörsla og svo róa niður þegar þú finnir ekki glufuna. Já. 26 mínútur búnar, 13-8 Haukar. Karen, Berta, Berglind, vel gert Berglind. Þetta köllum við ekki víti. Er þetta aldrei soft á vítunum við það? Já. Ég er mögulega aðstóðið eitthvað við þetta. Það er verið að það. Já. Það er nokkað. Karen, klippið við Bertu upp. Já. Þá er sett í hinn vinkilinn. Það er bara, það má ekki skilja út undan og skilur. Já, meinar að setja. Og setur í vinstri og verður að setja í hægri vinkilinn líka. Já, Helena bara kvittar fyrir það líka. Það er verið að stoppa hann utar, hún má ekki komast annað. Nei, leiður komin hérna, ef Helena er komin að punta þá er það bara, já. Það verður gangað lengra út í hana. Já, algjörlega. Það sjáum til. Þetta er eins og 14-9. Já, bara skemmtilegu leikur. Já, fullt af flottum mörkum og fína varnir og þetta er bara gott mál. Þarna já, mjög vel spilað. Góð sendingi á Bertu. Það er frábærlega spilað maður. Vel skotið hjá Birtu, setur hann yfir öxlina á hörunum.
Karen inn, já. En tæma hotnið og hotnamaðurinn eldir, þetta má ekki gerast. Nei. Og verður bara að halda stöðu. Leiðin að hlaupa inn. Telja rétt. Þetta heyrst einu sinni eða tvisvar í handbolta. Einhvern tímann verður sagt við mann vantarlega. Mögulega. Telja rétt. Gaman fólk sem hefur ekkert út á handbolta. Hvað er þetta að tala um að telja? Þessn eru við hérna, sérfræðingarnir. Já. Hvað er tvið? Já. Aukandir geta komið 6 mörkum yfir. Já. Og það sem vekur aðtekli líka. Og svo frábælega spila, sko. Glæsileg svo. Það sem vekur aðtekli líka fyrst mér er það að Haukarnir eru þrátt fyrir því séu hérna að dreifa spilalagið svona tölvöðar og þá eru þeir að spila allar hérna bara dundur vel. Það séu þristandi núna hjá Haukum, það er Berglind Bendix og Telma. Telma er bara hvað, hún er 17 ára? Já. Og Berglind er hvað, 22? Ekki Karin, ég held að Karin sé elsta leikmaðurinn inn á núna. Já, og ég hugsa sé langelst. Já. Nei. Já, hún er útlandin búin að spila lengst aðeins. Já, Ragnar sér, þetta köllum við bara skrefur ekki. Eða ekki. Hún var að passa þessa þversendingu á niður, þetta má ekki fara á milli. Það var þetta fallið. Góð sending fram. Já. Vel slútað. Vel slútað. Þessi stelpa númer 8 hjá Stjörnunni, Anna Karin Hansdóttir, hún flutti heim. Hún har búið í Danmörku langum með að segja og hefur, held ég verið það bara nánast fædd og uppalinn. En við erum að reyna að banka hérna á landsliðið og ákveða að koma heim og spila. Haukarnir hendi leikli, Gunni. 29, hvað, 40 sekúndar eftir þegar hann tekur leikli. 16-12, Haukar. Já. Vel gert. Já, ég var að hrósa Haukunum. Ég veist að það er að spila virkilega flottan leik hérna. Þetta bara lítur ágætt út í það. Á samaskapi verð ég fyrir vonbrigðum með þetta Stjörnulið. Því að mér finnst Stjarnan að vera með það vel mannað að mér finnst að ég var að spila betur en þetta. Allan að fyrstu 6-7 hjá Stjörnunni eru náttúrulega bara allar mjög góðar. Já, En svo getur náttúrulega vel verið eins og er á þessum tíma að menn eru að prófa ýmislegt og það er verið að prófa það er verið að prófa leikmenn í kannski öðrum stöðum heldur en vanir að spila og annað, þannig að þetta er náttúrulega bara þetta er tími núna til að vera að prófa það. Þetta er haustið. Og bara virkilega vel gert finnst mér líka hjá Haukunum að stilla bara upp aðalvellinum og gera þetta bara eins og svona genileg pröfu. Já, ég finnst það töff. Bara mjög flott hjá þeim. Ég finnst það mjög töff, ég sammála því. 40 sekúndur, sjá hvað Gunni teiknaði upp. Eitthvað gamalt og gott víkingskerfi. Já, örgulega. Kemur með hann inn í tegin og... Nei. Tvöfaldan hastla. Það var nú tekið alltaf í gamla daga. Já. 40 segur, tæpar. Já, það er bara rólegt, bara að spila. Eina sók bara, klára þetta. Fínt að henda hendinu upp og fara þá í aðgerðu. Kemur ekki bara Sara upp í skoti. Það er ekki verið að búa til eitthvað fyrir hana. Þetta er ekki komið mér á óvart. Já, mér sýnist það. Og svo. Yfir. Og hotnið. Nú hendur komin upp. Og niður í hotn. Vel spilað maður. Frábælega spilað. Ég er bara geggjað. Hvernig er bara heldur boltanum á lífi og fundu bara færið. Já, fín vörn. Það er, hárrétt. Tekja minna Brottisson. Hárrétt hjá hann að gera þetta. Já, stoppar 3 sekúndur eftir og hérna aukakast. Brotið á góðum stað. Þú veist, left svona sekúndur fyrir þannig að þetta var ennþá betra. Hendur. Á, fínt. Hálfleikur, 17-12, 5 marka munur. Mér finnst Haukarnir bara líta virkilega vel út hérna. Eins og segi, þetta er þriðji leikur sem ég sé með þeim og þetta er bara by far það besta sem ég hef séð frá þeim. Já, bara lítur vel út. Geggjað. Hörðu, hefur ekki bara að taka okkur pásu? Það er hvað 7 mínútur í hálfleik. Ég er bara nýkominn þannig að... Þú ert rétt undir tíma maður. Herru, sjáumst það til. Já.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more.
Já, þetta er svona svipaði sem að Dóra Ingolf. Þú vissi hvað það var að fara að gera en samt bara gæst að gera. Það var ég bara ekki við það. Það veit að það er mjög ítl út, sko. Já. Það er bara Siggi Sveins. Það er ekki að opna og senda henni. Já, hittur er. fyrsta skot Hildar var Þetta með skot tilbaka, dreifur í gælur og eftir tilbaka. Það er blóð. Það má nú ekki á þessum sóttvarnar tímum. Það má aldrei vera blóð, en hvað það nú? Víður eru brjálar. Við erum að telma hérna á. Já. Ef hún verður jafn nakin og mammina var, þá eru Haukar styrkir í góðum málum. Herðu, þetta var bara... Ég held samt að þessi sending átt að fara inn á línu. Já, ég held að þetta. Og svo. Já. Það er snúli. Já, það var... Sendingin endaði á byrjun í horni. Haukar eru búin að vera einu færri. Sara. Fyrstu 4 mínúturna af hálfum. Já. Sara þetta er svolítið búið að vera. Það liggur svolítið í vinklunum hérna hjá skiptunum. Virkilega skotið. Já. Haukarnir, þó svo Stjarnan sín búin að, eins og segir, aðeins bæta varnarlega, þá er það samt ennþá 4 marka munur. Þannig að það er Haukarnir á alveg haldið þessu leik hjá sér. Og ef að komum við inn. Dollaði með síðustu 3 fyrir Stjörnuna. Það er verið að stoppa hana. Það er eina sem er að gera eitthvað hana. Já, veit ekki. Varnarmaður skilur við mig. Þarft að fá opninguna. Átti ekki að geta lokað á það. Jú, við erum alltaf með réttenda hérna herra megin núna sem að fínt að henda hann niður, sko. Gott í stimpluninni. Á stimpluninni, sko. Þetta kemur á. Og gegn með því. Það er aðeins upp á að klára. Aðeins byrjingur aftur. Það er komin í gegn, sko. Og svo horfið. Það var ég að hitti. Já, hittum við að vera í skotuna. Það var mjög. Já, þetta var svona með því mýkar sem við segja matta. Já, þetta var svona ekki mikið í gangi hérna. Stjarnan kemur, gerur mikið eitt úr. Góða fyrstu og setjum á og vísa. Þetta er maður. Það er maður að hluta þetta mjög. Vísa færi þá er það nú. Áfram, horfum svo, horfum. Það er að skjóta eitthvað. Það fýtast það ekki í skotinu. Það er að leifa sig að lífa og þetta er mjög mjög. Rétt hjá Gunnar bara að taka leik og dempa þetta. Stjarnan bara mikið eitt. Það er líka búin að vera mikið einu færri í tímum. Já, þetta er hvað þriðja byrjuðu náttúrulega einu færri og ekki önnur. Þetta er önnur hundur sem á leik. Það er dýrt í þessu. Missa mjög hvað, 5 marka fólk. Já, fórstu, komin í einn. Sjá hvað þetta er núna. Þetta er getið í 2. Arna, já, þetta er frábælega skotið. Það er bara í alltaf verið standart núna ef þú var í fyrir. Það er bara frábært standið, hún er gríðilega miklu betra og hún er bara komið sjálfsvægt.
Hún var bara að gera mikið meira að þessu, hávaxin, hvað það sé. 82. Bara svona... Já, bara svona hérna, séð frá stúkunni. Já. Já, kannski. Við þurfum svona staðið verið. Það þurfum að finna út. En hérna, já, það er virkilega vel. Alveg frábært. Vörn og svo. Sólveig, Lára. Það er fjórða. Það er klippum á línu. Það er til klæðaður í þessu. Við sjáum þetta allt. Ég held að Gunnar hafi haft rétt það er sýttum hún stíg á línu. Gunnar nefnilega segir mikið til að það er rétt. Það meina. Það verður að fara í hérna, Já, ægileg flétta núna í gangi. Sara. Áfram. Þannig að Sara bara að koma ferðinu upp. Já. Áfram. Aldaboltarinn gangandi. Birta, hendi komin upp. Karen. Flottur bolti frá Karen. Vel gert Ragnar. Herru, jæja. Aftur í stöngina. Já. Vel gert Sara. Hún er bara að tæpa á skrefunum hann sko, en sjáum hvað hann gerir. Og driblinu, vel gert samt. Já, vel gert. Það þekkir þetta, hún fær of langan tíma, það er of mikið tíma til að hugsa hvað það var að gera. Já, slakar alltaf mikið á sko. Vel gert hjá Evu og það er brottvísun. Haukarnir að missa út af enn og aftur. Það er Sara eða? Nei, jú, það er Sara. Þetta er ekki gott. Nei. Þetta er... Hvað, þetta er 8 mínútur, nei 10 mínútur í brottvísun á Haukana. Þá sér að Sara er komið 3 í seinni hálfleik sko. Já. Ég held að Stjarnan sem kom með eina brottvísun. Já. Ef ég man það rétt, ef ég man tölfræðina. Berglind kemur inn á Birta og Karen, Ragnheiður. Berta. Já. Já. Stjörnubekkurinn vill fá skref. Karen Helga. Hildur Ödd er búin að standa sér vel í markinu eftir að koma inn á. Búin að vera ykkur að 3-4 bolta og Haukarnir er búin að skjóta svona 2-3 hérna í stöngina. Það er bara að bíða þess á hana, það er að flýta sér alltaf mikið. Sér hvernig Sara er að setja hann, Sara er að setja hann uppi. Já. Og hún á ekki breyki í það sko. Nei. Nei, alveg hárrétt. Ég hef hún greip Þetta var vel gert maður. Karen Helga grípur hann. Þarna já. Og Ragnheiður. Hvað köllum við þetta? Er þetta varið skot eða hvað hérna? Hún grípur bolta sem við verðum að skjóta. Já, er það ekki bara varið, góðu varnarleikur? Já, það er frábær varnarleikur. Var þetta línustenni? Þetta Eva vilja gleyma þessu skoti fyrir fyrst. Mögulega. Vel gert á Karen. Það er að opna fyrir Sólveigu. Já, og það er farin að standa betur á hana. Já. Einu færri og náum að loka á hana. Já, fínt. Góða færslu í vörninni. Já, vel gert. Þetta er vel spilað. Inn á Lísu. Eva er náttúrulega frábær í þessu sendingum og svona að dreifa boltanum. En það er ennþá. Það er 1 mark á milli. 23-22. Haukarnir búin að splaka svolítið á í seinni hálfleik. Konum með fullt lið aftur og ánægilegt að sjá það. Karen. Vantar aðeins þetta ekstra hjá Karen. Þá er hún komin í gegn sko. Já, klárlega. Berglind. Og svo fallegu bolti. Góð sending. Mjög vel gert. Já, vel gert Birta. Frábær. Setur hún á nærhornið. Já. Eva Kalla klippingin utan þetta. Já, góð sending inn á Elinu, vel gert. Mjög flott, seinni bylgjan hjá stundinni á það. Þetta var vel spilað. Mjög vel gert. Berta, Berglind. Helena náði að stoppa hana. Og skipting, Tinna að koma inn á hérna í markinu hjá Haukunum. Hún Annika búin að vera frábær fyrst mér í þessum leik. Bara... Hún er örugglega komið með hérna 10 bolta varða. Já, alveg klárlega. Bara búin að standa alveg klárlega fyrir sínu. Já. Og vel gert hjá Karen, var komin í gegn. Snúðu. Þetta voru skref.
Rétt. Já. Það hefði alveg mátt dæma. Já, mögulega. Það hefði alveg geta dæmt þríkast á þetta, sko. Mögulega. Það hefði alveg séð, sko. Það hefði nú engin trillst í húsinu, sko. En já. Matti sá ekkert athugavert við þetta. Já, nema náttúrulega bara að skrifa á stjörnuna. Sara komin inn aftur. Já, frábært. Já, og svo upp með þig. Kemur fínt skott. Já. Það að stilla miðið. Já, já. Það þarf að gera eitthvað í þessu þarna, einum einn. Það þarf aðeins að setja meiri fókus á Sólveigu. Hún er búin að skora 4 núna í seinni hálfleik. Já, ég ætla ekki að vera leiðilegur en sko yngri leikmenn eiga klárlega að vera hraðar en Sólveigur í... Já, hún alltaf var komin út af miðju. Já, Hauka stelpan var farin að hugsa að skjóta markið, sko. Stál 1 með 2 metrum. Já, svona. Það kunnum í leiklíu. Já. Hættir að lítast af blikuna. Já, búið að jafna leikinn. Svolítið hefðarlega mátt að geta leikilega hans fyrr. Já, ég vilja sjá þetta aðeins fyrir hjá honum, en Gunni veit nú væntanlega hvað hann er að gera. Já. Þess vegna er hann þarna niður og við hérna uppi. Já, þess vegna erum við hérna sérfræðingarnir og... og hann stjórnar. Hann stjórnar þessu. Já, það er rétt. Það er hárrétt. Já, ég skal bara trúða að svakki þetta. Eða ekki? Já, ég bara fegjum þetta. Þetta er alveg hárrétt hjá Gunni. Ekki sekúndu og snemma. Gunni með þetta allt í teskið eins og menn segja. Já. Mjög eðlilega. Þessir seinni frasar er að verða svolítið stórir hérna núna. Já, eiga eftir að verða fleiri, sko. Já, klárlega. Svo eru stjörnumenn með stelpuna sem heitir Sigrún línumaður sem á væntanlega þriðji línumaður í dag og eftir Lísu hann í hérna númer 21, hvað heitir hún? Helenu. Já. Og svo ertu með Katrínu Tinnu sem er líka, þannig að þær eru 4 hérna. Já. Það er línumenn út allt með. Já, þeir... Ég kannast aðeins við Katrínu Tinnu, ég átta það. Dóttir mín, sko. Já, það ekki? Jú. Þannig að Berta kemur á. Já, vel gert Berta. Og flott, og svo. Já. Vel gert. Leikliðið skilaði sér bara beint í marki. Það er, eins og segir, Gunni kann þetta, hann teknaði þetta upp. Yfirvegaði kallinn á línunni. Já, hún sér það, hún sér bara hvernig holninguna, þetta er bara maður sem veit hvað hann er að gera. Þetta var mjög vel gert hjá Evu. Frábærlega spilað. Hauka stelpunum þurfa aðeins að fara hissi upp í hérna varnarleik núna. Já, hann er ekki núna öruggur. Skora nú á mörgum, 25 mörg, bara fínt. Já. En það þurfa aðeins að bæti í varnarleikin. Það er að þétta. Já, það kemur allt saman. Frábærlega spilað. Og svo, þarna, horfðu, setja hann uppi. Já, þarna var Sólveig búinn að stela nokkur metrum aftur. Það var ekki alveg skott núna. Ég held að sé alveg óætt bara að setja hann alltaf niður í horna því Solla er alltaf farinn, sko. Það er hornamannsæðilið, það er bara þannig. Já, þú kannast aðeins við það. Já. Þú er stólið einu metra í gegn. Já, stundum aðeins komin á stað. Markagreik, já. Það skilaði sér oft. Já. Hanna er að gera sér klára hérna á stjörninu núna. Hún koma inn á aftur. Helena komin inn vinstra megin. Já. Og Eva. Það standa alltaf flatar á hana, með ekki verið svona flatar. Það verður að ganga eitt skrif út í hana. Annars bara neglur hún yfir það. Mæta með hendina fram. Já. Hei. Já. Ég sá ekki hvað gerðist. Getum við séð þetta aftur hérna? Já, það rekast saman einhvern veginn. Já, ítt í... Það er eins og þessi ítt á... Já, sjáum þetta aftur hérna. Já, Helena gengur út í hana. Helena ítir hérna Guðrunu á hérna Bertu þegar hann er í skotinu og Eva ítir á Bertu líka. Þannig að þetta er svona...
Mögulega hefði verið að dæma á Má þetta. dæma á þetta. Já. Við hefðum ekki kvartað yfir í. Nei. Og Guðrún komin út af. Hefur eitthvað fengið smá hnikk hérna á... Þetta er... Þorri... Og Stjarnan svolítið að taka yfir hérna í seinni hálfleik. Það er reynslan að kikka inn hjá Stjörnunni núna. Komin 2 mörkum yfir. Já. Og Birta inn úr horninu. Stöngin. Hildur bara stendur á nærstönginni sko. Já. Já. Vel gert á helinu. 3 mörk. Og hérna Hildur var náttúrulega útileikmaður. Hildur var ekki markmaður fyrir bara fyrir einhverjum 2 eða 3 árum. Já, ok. Það er Basti hérna mönstraði hana bara sem markmann. Já, og það var svolítið gott sko. Hann leta hana bara, sagði henni bara hvað hún á að standa í þessum og þessum stöðum og hún gerir það og hún ver. Þessna er svona góð í að grýta fram. Já, hún er hornamaður held ég upplegið. Já. Þannig að þetta var svolítið athyglisvert. Já. Þarna vantar aðeins upp á fara meiri krafti þá færðu vítið. Þetta er svona gert svona daldið á ekki alveg nógu góðum krafti núna. Nei. Já. Vítið. Já. Þetta er rétt og 2. Já. Ódýra 2 sko en já. En þetta er rétt þetta. Sjáum þetta aftur hérna. 11 mínútur eftir. Já. Ég sammála því að þetta voru ódýra 2. Berta punktinn. Já. Uppi. Í skeytin. Nú verður hann ekki það eins og eitthvað sagði. Nei, það er erfitt með það. Hver ætlaði að sagt það fyrst? Ég veit það ekki. Það er ekki að hitta hann. Stjarnan er komið hérna 2 yfir. Setja Lísu í vinstróðnið. Lísa er bara komin í toppform. Já, ég er að segja það. Hún bara hefur ekki verið í þessu formi. Bara langt síðan svona góðu formi. Já. Það er kannski skiljalegt hún að ákveða að taka 1 tímabil í viðbót, þannig að... Já, hún er í ógóðu formi til að hætta. Já. Þetta er víti í deildinni. Já, víti leikur sem sé. Já, víti leik sko en... Hanna komin í hægra. Sólveig fær hvíldina. Hún er náttúrulega búin að spila nánast bara allan leikinn held ég. Hendin komin upp. Stjarnan skorar. Katla. Gerir þetta vel. Þetta bótt að ganga. Sara. Hún er í hotn. Niður í hotn. Þetta er hárréttur dómur. Já. Þarna er Karin að sleppa hún niður í hotn. Já, hún of sein að sleppa honum. Sjáum þetta hérna. Já, hárrétt. Alveg hárrétt. Góð færsla hjá Stjörnunni. Hún kom með báðar í sig, hún ætla að sleppa honum bara rétt á hún að hendi sér inn í þöguna. Virkilega vel gert hjá Stjörnunni eða vörninni. Og geta komið svona 4 mörkum, þetta er svaðalegur viðsnúningur. Já. Það voru 5 mörkum undir hérna í upphafi seinni hálfleik, svo er ykkur núna konar 3 mörkum yfir. Það var að lýsa sér marki, skiljum við, þá var það mark. Já. Mjög vel gert. Já, Sara. Sara uppi, það er allt inni, það verður að skjóta bara. Sara var hann að skjóta, hún var að skjóta hérna á Hvítabúinu. Já. Körfubolta. 13-14 metrum. Já. 10 mínútur eftir eða nei, hvað segir, 9,5, 8,5? 8,5. Já, telja rétt. Já. Stjarnan 3 mörkum yfir. Þú segir sem segir að uppstillingin sem þú talar að mögulega væri fyrsta uppstillingi á Stjörnunni, hún hefur virkað vel hérna í seinni hálfleik. Mjög svo, og er að koma með Hönnu í hotni fyrir Sólveigu til að hvíla Sólveigu aðeins. Já. Þannig að... Og Elisabeth í hérna vinstra hotninu. Já. Gott að enda í því, vera komin í það gott form og enda sem hotnamaður.
Það er náttúrulega með 3 línum, en sko þá verður að geta spila. Það er að dreifa þessu eitthvað. Já. Já, sjáum hvað Haukarnir gera, geta minkað í 2 mörk. Sara, já. Sara er komið með 8-9 mörk. Já, gott ef að Friðrik myndir nú vera með á hreinu, hvað hann var búinn að skora, ekki eru við með það. Góð vörn, klassa vörn. Já, keyrir upp. Þannig að Berthátt að það var í sendinguna, Katla var eitthvað að virsamast í hendina á henni. Þá seinar fram þarna með. Já. Og hægri vængurinn var bara hérna út á miðju þegar Karen var komin út á punktalinn. Já. Skora núna, þá verður þetta hörku mínútur í lokin. Komum sér 1 mark. Sara. Karen. Já, upp með þig. Keyrir aftur. Snúa. Stjarnan hérna spilaði þetta bara eins og með leikstjórnunda. Það er bara að koma boltanum á Evu því að hún ætlar að taka ákvörðun. Hún er líka búin að dæla á þær núna, sko. Já, þetta var ekki alveg nógu gott hérna áðan. Við hefðum viljað fá mark hjá Haukum í staðinn fyrir náði Stjarnan að standa á sér og skora í baki. Gunni hendur í annan leikli. Síðasta leiklið hans í dag. Síðasta leiklið skilaði sér nú hjá honum. Skilaði sér í marki en svo... Já, svo reyndar ekki mikið meira en það. Nei, það var ekkert að frétta eftir það, sko. Þannig að við sjáum hvað hann dreigur fram á erminu núna. Já. Jói hérna á bekknum, gefa góð ráð. Já, hann þekktu fyrir það. Já, mjög góður í að gefa góð ráð. Já, hann er ráðagóður. Virkilega. Við erum í einhverju trilluspjalli eins og við köllum þetta, við höppum elstæð. En þetta lítur bara ágætlega út og þetta er bara skemmtilegur handbolti. Það er bara á hraður og ekkert svo óbóðslega mikið af mistökum eins og við verða í þessum leikjum, sko. Byrjaði svolítið svona, voru svolítið svona mislagar hendur hérna í upphafi en bæði lið búin að vinna sig vel út úr því og eru hérna komin í bara fína leik, saman því. Þetta er svona athyglisvert að sjá hérna gæslumenn með hérna grímur. Herðu, hann er Gunni komin í sitt gamla kerfi. 7-6. 7-6. Þetta spilaði hann aldrei hjá Víkingum með misjöfnum árangri, skulum við segja. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Spilaði þetta rosalega mikið þar, sko, en sjá hvernig þær leysa þetta. Strákarnir spiluðu þetta hérna á móti afturheldingu í Hafnarfjarðarmótinu síðustu helgi. Fengur fínt færi núna, Birta setur hann bara í stöngina. Þriðja skoti hjá henni í stöngina. Hún var óheppin í skotunum. Strákarnir spiluðu þetta hérna á móti afturheldingu í Hafnarfjarðarmótinu með mjög góðum árangri. En við séum þeir líka með Heimi og Þráinum líka. Það er með Turnana 2, sko, þannig að það er svona einfaldar þetta dálítið. Já. Þú veist ekki með meterradíus, þú veist svona 2 metra radíus sem hún grýpur í. Jæja, skora núna, þá er þetta möguleiki. Já. 5,5 minn eftir og 3 mörk. Það fer Gunni aftur í. Fer samt í, fer í 7-6. 7-6, sjáum hvað það gerir. Við fengum fínt færi á þann. Bara þurfa að nýta færin. Leysir út og inn aftur. Og fer svo strax út að núna. Og svo hann Sara í gegn með þeim. Hvað gerir Karen? Haldur hún gangandi. Og svo upp. Berta. Atna, já. 2 mörk. Já. 5 mínútur. 5 mínútur, já. Þetta er alveg... Það er að vinna bolta núna, þá getur þetta orðið leikur. Já. Það þarf að standa þessa vörn, það þarf að vinna þennan bolta. Þetta er orðið, eins og segir, varnarleikurinn. Helinu upp. Já, vel gert. Tinna. Hún var bara mætt hann í hornið, hún vissi nákvæmlega hvað hún ætlaði að skjóta. Karen, koma, setjum eitt hérna. Við erum svolítið snöggar að því, þá vorum við... Uppi. Ver ekki þar.
Það er erfitt fyrir hana. 1 mark. Já, við erum komið með leik aftur. Já, 4 mínútur. Þetta getur orðið spennandi síðustu 4 mínútur. Ef við vinnum bolta núna og erum þetta og jöfnum, þá bara getur allt gerst. Já, Helena stöðuð. Katla við henni, Helena leysir út. Já, vel gert, þetta er mjög vel gert. Vel gert hjá Evu, lendir í vandræðum, Helena klippt út og þá bara mætti Evu á þetta. Vel gert, róleg. Ok. Já. Gunni heldur áfram í 7-6. Ekki það að telma, þetta er svona hlaup, þetta er svona meira svona til þess að bara aðeins að fá athyglinna á. Já, fá hreyfingu á vörnina. Já, nú kemur Telma út aftur. Við þurfum að fá hendin komin upp. 3 mínútur eftir. Já. Það þarf að drífa sig. Já. Hendin uppi, stilt upp fyrir Söru. Já. Þetta var svakað sko. Sara er búin að vera frábær í þessu leik. Það er alveg geggjuð. Sara? Já. Mjög góð. Skipta stjörnu stúlkur markmann. Já, athyglisvert. Ég skil ekki alveg pointið í því. 2 mínútur eftir og Hildur er búin að vera fín. Já, hún er búin að vera að fá. En jú, Já. við erum ekki að stjórna þessu. Nei, Við erum bara sérfræðingar. við erum sérfræðingar hérna í setti bara. Hendin komin upp. Og Rakel brjáluð. Já. Ægir útskýrir fyrir henni reglunar með hendin uppi. Fagmannlega gert á Ægi. Held ég. Þeir kalli ekki allt ömmu sína, þessir tveir. Frasarnir er góðir. Sem var geggjöður. Ég býð eftir að koma að það er mörg vötnur unnið til sjávar. Frasapókinn hann er hérna. Já, ertu búin að goggla þetta eins og það segir verðnum? Nei, þetta er kannski bara svona áralöng reynsla í boltanu sem að þetta er aldrei svona frasasport sko. Já, það virðist vera svolítið í þessum íþróttum að menn detta svolítið í frasana. 1 mark. Já. Er þetta rétt? Já, ok, flott. Það er bara jákvæmt. Já, ég held að það verið 2. Já, ég kannski dottið út hann eitthvað í lýsingunni. Nei. Já, það er Ok, flott. tæknimaðurinn okkar, hann klikkar aldrei. Nei, hann er alveg með þetta á hreinu. Já. Já, vel gert. Góð vörn. Ef við erum að stöða Evu, þá fara það langt með þetta. Ef við erum að búið þetta allt til hana fyrir þær. 4 sendingar, segir Ægir. 2. Hendurnar upp. Það var eiginlega nokkuð ljóst hvað þið var að fara í gang. Það hefði getað sagt þetta sko. Matti var bara flautið í gang. Já, ég lesa leik. Já, 7-6 aftur. Og lesa salinu, segir við. Já, og lesa salinn. Íþróttasalinn þá eða. Já, bara hvaða sal sem þú vil. Sara. Það verður þá. Og Berta. Berta fór að skjóta hana, sko. Upp með því Berta. Nei. Já, ég sammála þessu. Berta bara að fara upp hana, standa á 6. Mínúta, rúm. Æjæjæj. Já, þetta er ástæðan fyrir að henni var skipt inn á. Það var kannski ekki svo vitlaus skipting. Þetta var bara frábært hjá þjálfurum. Mínúta, 2 mörk. Já, þetta er svona. Já, komaður og taka helinu út. Já, ok, hérna er komið á Evu. Ég hefði viljað fá Evu. Já. Þetta gera það aðeins fyrir kannski, en. Já, þetta er svona full sein. Já. En sjáum hvað setur. Já.
Á, eigum hann. Á, vel varið maður. Vel varið á tunnu. Keyra á þetta, skilja hann eftir. Já. Góttið niður í horn. Þetta var... Þarna fór það í niður. Þetta... Það ekki nema 15 sekundur eftir. 2 mörk. Það verður ekki breytt úr þessu. Stjarnan spilar þetta bara út. Það ekki. Hanna. Já, Hanna setur 1, hún mögulega. Er hún ekki múin að skora? Nei, ég held ekki. Og það var þetta bara... Það er búið. Já, 2 marka tap. Endar hérna 32-34 fyrir Stjörnuna. Stjarnan spilaði hérna fína seinni hálfleik, meðan Haukarnir voru svolítið heillum horfin hérna í seinni hálfleik, fannst mér sérstaklega svona eftir svona 10 mínútur í seinni. Já, mér fannst bara aukastelpurnar voru farnar að bíða alltaf mikið eftir Söru. Sara var alltaf heit og það voru farnar að bíða bara eftir að hún gerði þetta. Það má náttúrulega alls ekki gerast. Berta verður að vera miklu áræður. Já, ég kemur á óvart. Berta er nú skot maskína skilur mig og hættur nú yfirleitt ekki að skjóta fyrir hann að sko þjálfarinn hleypur inn á og dregur hann út af. Já, og meðan bara 5 menn inn í klefa. Já. En það er margt mjög gott í þessu hjá báðum liðum. Algjörlega. Stjörnuliðin náttúrulega frábær kaupið þeim að fá Evu hann á miðuna. Hún er náttúrulega mjög flottur leikmaður og kann þetta allt saman. Já, Eva og Helena náttúrulega styrkja þetta gríðarlega sko. Og Sara, Hauka stelpunum er bara, það er bara allt annað að sjá hana núna með því fyrra. Já, algjörlega, alveg saman því. En þetta er bara jákvæmt, áhorfendur í salnum, við í settinu, það er ekki getur ekki orðið betra. Það getur ekki, eitt frasi í lokin, það er ekkert víst að þetta klikki. Það er ekkert víst að þetta klikki, en hérna, við vorum góðir. Já, við vorum góðir. Gekkjö, takk fyrir. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood